Hæ, Guðrún Bergmann hér. Ég mætt með gest í dag sem hún Bryndís Fjóla Pétursdóttir og hún hefur sérhæft sig meðal annars í því að fara með fólk Huldustíginn. Velkomin Bryndís. Já, takk fyrir það. Hvað Huldustígur? Huldustígur staðsettur í Lystigarðinum á Akureyri, eins og stendur. Þetta fyrirtæki mitt þar sem ég veiti fræðslu til þekkingar á álfum og huldufólki. Já. Og hafmeyjum og tröllum og dregum. Bara þetta sem við þurfum að fara að sækja í, menningararfin okkar. Já, algjörlega. Já. Algjörlega. Ég sammála þessu með, að við þurfum að fara að gera okkur grein fyrir hafmeyjaorkunni meðal annars og landvættunum til dæmis að vera meðvituð þá, að því að hafmeyjaorkan hún tengist svo mikið þessum nýju plánetum sem að koma inn. Já. Og táknað fyrir eina sem heitir Salacia og hún að færa okkur ljósið. Já. Þannig það svo dásalegt. En segð mér af Huldustígnum, hvernig varð Huldustígurinn til? Huldustígurinn hefur náttúrulega mjög langan aðdraganda, en Huldustígurinn sem per se til hérna á Akureyri þegar ég flytt hingað frá Laugum sem ég var búin að búa í 20 ár á undan, og hann fæðist eiginlega bara sem verkefni þegar ég missti sjálf heilsuna og þurfti að passa upp á velja með staðsetningu. Ég gat bara svona gengi kannski 30 mínútur á dag og ég þurfti að velja hvar ætla ég að labba þessar 30 mínútur. Já, ég skil. Og hvað heilsumálum breyta oft svo miklu hjá okkur. Já, þannig ég þurfti, þessi garðyrkjufræðingur, hugsaði bara, mér langar að verja þessum 30 mínútum í Lystigarðinum. Það það sem ég myndi vilja labba þessar tíma sem ég hef á deginum. Og þá fór ég náttúrulega bara að rabba meira við huldufólki sem ég náttúrulega gengi fram hjá í mörg ár þarna. Já. Og ég hugsa, mér vantaði eiginlega nýjan stað til að fræða fólk álfa huldufólk. Af því ég var búin að gera það í mörg ára á Laugum, í heiðinni sem ég hafði aðgangað þar. En nú var ég flutt á Akureyri, þannig að mér vantaði eiginlega svona nýtt sögusvið í raun og veru. Þannig að, já, þannig varð Huldustígurinn eiginlega til og ég ákvað að það voru huldukonur 2 og 1 huldumaður sem voru til í að vera með ef ég myndi teikna þetta eitthvað upp og færa fólki nær þeim. Og já, og svo fór ég bara upp á skrifstofu í Lystigarðinum til að biðja þá að prenta út kannski kort fyrir mig þannig ég gæti fara að krota þetta eitthvað upp. Og þau tóku nú bara ótrúlega vel í þetta. Þeir sagði þeim hvað ég ætla að gera við þetta og ég hugsaði bara, já, nú rangfólfir fólk í augunum og ég ætla bara að standa fyrir mínu. Já. En þau bara tóku þessu bara eins og hefði beðið eftir þessu mörg ár. Þau voru bara, já, þetta væri æðislegt. Já, þannig að það var til bara samstarf með Lystigarðinn bara strax. Þannig að það fekk mikinn og góðan meðbyr bara alveg frá byrjun. Hverjir það sem að búa við Huldustíginn og vilja vinna með þér? Því þetta snýst sannlega samstarf, ekki rétt? Alveg, þetta jú, það gerir það. Þetta huldukonan Pía sem ég miðla mikið frá. Já. Og svo hún Lovísa og svo hann Heimir. Og það fleira af huldufólki í Lystigarðinum og mikið álfum, en þetta var svona, hvað maður segja, maður labbaði aðeins og bara ræddi við þau hver vildi vera með, hver hefði áhuga á manneskjum, mannfólki. Já, ok. Og hverjir hefði áhuga á að deila því hvað huldufólkið hefur að segja. Já. Bara svona fyrir hönd huldufólksins hver vill vera málsvari þeirra. Og það varð úr að það voru þessi 3 sem gáfu sig í þetta verkefni. Og næst var þá að finna einhvern sem gat teiknað þau, af því að ég ennþá bara með Óla Prygg hæfileikana. Já. Já, og við erum svo mismunandi hæfileikarík á hverju sviði. Og þá það var svo gaman, ég var nýbúin að tala við hana Rakel Hinriksdóttir sem listakona hérna. Já. Hún var nú bara nýbúin að banka upp á hjá mér bara vikunni áður, en mér datt þetta í hug. Bara svona random hvort að ég væri til í að segja eitthvað álfa huldufólk, að því hún hafði bara svo mikil áhuga.
Já, og, já, og svona sko hlutunum raða svo skemmtilega. algjörlega bara, já, Já, þannig að ég bauð henni í kaffi og við spjöllum og svo hélt ég myndi ekkert sjá hana meir sko. Og svo þegar ég, já, hún kann að teikna, ég spyr hana og hún bara tók þessu rosalega vel, bara já, ekki málið, ég skal teikna þetta upp fyrir þig, bara lýstu þeim fyrir mér og ég skal græja það. já, samlega. Já, þetta small allt bara eins og maður veit, það þegar maður fer af stað og er búin að bíða bara eftir rétta tímanum, þá er búið að raða öll upp, þannig að allt bara En við flýtur. erum rétt að tíman, við erum oft svo óþolinmóð. Ég veit það. Ég beini ekki á hann, við drífum í gegn og eitthvað svona. Og það Já. er líka sko, þú veist, rétti tíminn er alltaf rétti tíminn. En ég til dæmis, ég rifja það oft upp að ég bjó til vikingakort bara 1992 eða eitthvað svoleiðis, 1 eða 2. Já. Og ég var sko 20 árum á undan, þú veist, svo gerir Netflix einhverja vikingaseríur og þá kemur áhuga á Já. vikingum, sko. En Já. kortin seldust það, þannig að Já. voru seld til útland og allt það. En segð mér hvernig, það var eitthvað ferli hjá þér, var það ekki að finna nöfnin á þau? Þú nefnir þau öll og þau hafa gefið nöfnin. Já, ég tala þau sko þegar ég er að fara með fólki í göngurnar, þá tala ég þau undir nafni. Já. En á skiltunum og kortinu sem er prentað og gefið út, þar eru ekki nöfnin. Þar eru rúnir sem eða þau dróu í gegnum mig, hvað rún hefði þeirra karakter og þeirra orku. Já. Þau vildi ekki, nöfn fyrir þeim er ekki það sama nöfn fyrir okkur. Þau vildi frekar vera merkt orkunni sinni frekar en nafni með okkar bókstöfum. Já. Þannig að, en Lovísa var nú bara þægileg og fín og hún bara allorku mikil kona og hún garðyrkjufræðingur eins og ég, en er með nokkur beð þarna er að rækta svona jurtir til að nota til lækninga, bæði bakstra og olíur og svona, sem að huldufólki leita til hennar til þess að nota. Já. Og hún er að kenna mikið unglingunum og svona börnunum hvernig á að rækta. Þetta er svona eins konar skólagarðar eða þannig. Já. Og svo er það hún Pía og ég var svo sem ekkert að spá í nafni hennar fyrir en að ég vissi að hún vildi vera svona, ég vissi að ég þyrfti að miðla svolítið mikið frá henni, af því að hún er mjög kröftugur heilari og er svona Sammála því. Já, þannig að þá vildi ég nú fara að fá nafni hennar á hreint, sko. Já. Og sagði núna þurfum við eiginlega að finna út úr þessu nafni í næskan, en þegar Pía er ekki, ég gútir að það ekki, sko. Það er ekki íslenskt. Þannig við skulum reyna að fá það á hreint og hún var alltaf að sagði bara alltaf Pía og Pí eitthvað og ég hélt svona tíðanbila dagar mínir sem miðill væri bara á enda af því að ég var ekki að ná þessu og hún var nú bara ekki að gefa sig og sagði bara, heyrðu vina mín, þú bara þarfst að finna út hvaðan tréð er sem ég stend alltaf við síberíueplið og farðu og fyndu hvaðan það kemur af því ég kom með því. Þá bara skilur nafni mitt og ég bara, jæja. Og ég fór til Travis sem að sér skráningarna fyrir listigarðinn og hann leitaði upp í spjaldtölvunni sinni hana og skoða hvaðan þetta tré hefði komið og þá pöntuðu þau þetta fræ frá Landbúnaðarháskólanum í Ós í Noregi. Þannig að þetta, já. Þannig að ég fór bara með skottið á milli lappana og bara fyrirgefðu Pía mín, þetta er já norskt nafn, ég skil þetta núna. Þannig að hún valdi að koma með þessu fræi til Íslands og vera verndari garðsins út frá því sem hún sannarlega er. Já, það er á mjög fallegum stað þetta tré. Já. Og það sem að, sko mér fannst áhugavert að því það er náttúrulega ekkert svo langt síðan ég var í gönguferð með þér garðinn. Þess að ég var farstjóri fyrir erlendan hóp og fólk vildi fá að tengjast við hið ósýnilega. Og þau voru ofboðslega snortin eftir heimsóknina í garðinn og tengdust sko mismunandi eitthvað fyrir hálsunum á mér tengdust sko mismunandi þessum verum sem að þú ert að miðla og eru þarna þessu huldufólki
og sumir fengu, þú veist, mest skilabóð frá Lovísu og aðrir frá Píu og svo var Heimir hafði ótrúlega mikil áhrif á fólk og í sumu tilviku sko losaði einhverja gamlar stíflur og annað þess aftar hjá fólki svona tilfinningalegar en sko allavega snart Pía mig mest Já, og mér finnst svo flott að þú skulle hafa látið útbúa kort og viskastykki og svona með myndunum af þessum aðilum sem í garðinum vegna þess að ég á eitt hérna hjá mér og það nú sem í augnablikinu tími ekki einu svona að þurrka diska af diskum með því að því mér finnst það svo flott. Ég hef það á sófanum hjá mér og ég var rosalega slæm ég fæ stundum svo kallega bráðaliðbólgu sem mjög sérstök tegund af liðagigt sem að verðist ekki mjög margir vera með og sem mjög sársaukafull og ég veit að þegar ég fæ hana að þá eiginlega ekkert sem vinnur á henni. Ég hafði hins vegar sett laxerolíu bakstur á hnéð á mér og svo vakna ég nóttina og ég staulast fram úr rúminu til að fara á klósettið og svo kem ég aftur inn og ég gat sett, sko þetta var hægri fóturinn, ég gat sett hægri fótinn upp í rúmið en ég þurfti að lyfta undir lærið á mér til að ná hinum upp, ég var svo aum. Ég laðist út af þá sagði ég, heyrðu Pía, ég þarf að fá heilun á þessu, ég þarf að geta gengið eðlilega þegar ég vakna í fyrramálið. Og það stóð. Já. Ég steinsofnaði eftir þetta, ég hugsaði til hennar þar sem að handklæði var hérna, eða viskastykki hérna frammi og ég, eins og ég segi, ég stóð alheil upp úr rúminu og gat gengið eðlilega og það var öll bólga var horfin, allir verkir horfnir. Já, þetta svo magnað og hún hefur líka svo gaman að þessu, henni finnst, hún tekur öllum ofboðslega vel sem tengjast henni og það hún nær, fólk nær að trúa trúnni einhvern veginn með henni. Já. Við eigum náttúrulega, við sem erum íslensk, við eigum náttúrulega svo mikla tengingu í rauninni við álfa og huldufólk bara frá því við erum lítil, allavega ég í gegnum sögur og annað þessar og líka í gegnum bara að hafa skynjað þau sem stíl. En ég mitt ég á svona mynd eins og þarna á bakvið þig og ég búin að lita, því þú sagði mér að það væri engin litur í þessu því að hver og einn yrði að sjá til dæmis litin í fötunum þeirra. Já. Og litan eins og að því það alltaf eitthvað í tengstu við litin sem að hafa áhrif á okkur. Já. Og ég er búin að lita kjólinn hennar Píu bláan. Ég keypti bara svona einhverja túspenna sem A4 til þess að lita og ég er búin að lita blómin í kringum höfuð hennar gul og ég er búin að lita beltið gult. Þannig að sko hún er bara, við það breytist einhvern veginn karakterinn. Já. En hvaða skilaboð, biður fólk bara heilun frá henni eins og ég gerði þarna nóttina? Já, það er bara, og stundum fólk tengist henni og svo, já, þú getur verið hvar sem í heiminum þegar þú ert búin að heimsækja hana og það eins og hún bara fylgið bara sem ljós og þú hefur alltaf tækifæri á að tengjast henni. Já. Þegar þú ert einu sinni búin. Já. Upplifði það mjög sterkt og það líka sko, ég tengdist rúnin hennar, ég hef ekki búin að fletta upp hvað þessi rún stendur fyrir en ég var búin áður að vera, að því ég var nú með svo í andlegum pælingum á þessu ferðalagi, þá var ég búin að fá 3 þætti sem voru með mér. Já. Sem að voru allir byrjuð á B. Já. Svo þegar ég kom í garðinn og sá B þá, vá, þetta er 4. þátturinn, sko, ég alveg bara, þannig að það var eiginlega bara, tengi ekki varð strax í kringum það. En svo Heimir líka, hann gefur svona skilaboð sem að virðist ekki, hann er ekki málglaður. Nei, og hann sagði það strax í byrjun. Hann ætlaði ekkert að vera með, þegar ég var að labba garðinn og segja, jæja, nú erum við að fara að byrja á nýju verkefni, hver vill vera með? Þá var hann bara alltaf, þú labba bara fram hjá mér, ég ætla ekki að vera með, þú bara veist það.
og en svo smá saman þá náðu bara Pía og Lovísa að spjalla eins við hann og svo sögðu þær mér bara þú verður eiginlega að taka hann heimir með það því að hann hefur raun og veru svona yfir það heila mikilvægustu skilaboðin í sinni orku til mannfólksins. Þó að hann segi ekki neitt að þá bara orkan hans í raun og veru það sem við verðum að hlusta á. Og það þessi nægjusemi. Já, Og óbóðslega flott jartenging þarna hjá honum. já, Og eins og þú sagðir í byrjun, ég fór einmitt með eina konu til hans í gær. Ég reynda fór rúmt inn, Lovísu og Píu og hún vissi ekkit þau fyrirfram, sko. nei, Og svo löpuðu frá Píu og til Heimis og bara leiða við að labba inn á grasflötina, þá byrjar hann að gráta. Hún grætur og grætur. Og hún bara, ég veit ekki af hverju ég að gráta. Það bara eitthvað heilagt hérna. Og ég bara, já, þetta hann Heimir. og henni fannst, hún búin að ferðast mikið til Indlands í alls konar hof og hún sagði þetta myndi hana bara á heilaleikan sem væri þar og þetta já, þetta var henni bara hún tengdist sem sagt mest Heimi það hafði mest áhrif á hana já, og hann segir og hann sagði það strax, hann ætlaði ekki að segja neitt hann hefur ekki mikinn áhuga á einhverju spjalli en nærverans og orka sem hann svona síðasti bóndinn hann með nokkra kindur og hann bara fortíðin hans þannig að hann hefur bara aldrei farið neitt og ætlaði aldrei að yfirgefa garðinn þó að væri verið að breyta honum og gera hann ákvað að vera og hann sagðist aldrei fara neitt hann myndi aldrei fara neitt og hann þyrfti ekki að fara neitt hann yrði bara kjur og það akkurat orkan sem að ég upplifi hjá honum að það þegar ég komin þá langar mér alltaf að fara úr skónum og sokkunum og bara vera berfætt fyrir það fyrsta og svo bara að mér langar ekkert að fara og ég finn einhvern veginn að ég þarf ekkert og á ekkert að vera neins þar annars þar og mér langar ekki að vera neitt annað en ég maður einhvern veginn já, maður bara svo bara nægir saman með umhverfið sitt og sjálfan sig já. Og þetta eitthvað sem við þurfum öll að læra og sætta okkur við að vera bara við. Það svo merkilegt sko að orðið nægjusemi bara mjög lítið notað í daglegu tali í dag af því að það allir að vilja meira og aðeins öðruvísi og þetta á ekki að vera svona, þetta var hinsegin og eitthvað þess að það, þannig að við erum ekki sérlega nægjusum svona í lífi okkar almennt, myndi ég segja. Nei. Og við erum kannski meira í skortshugsun þó við þurfum þess ekki. Já. Skilur, við höfum hugsalega allt sem við þurfum, en við erum með einhverja drauma eitthvað allt annað og þá erum við óanað yfir því að hafa það ekki, en gleymum að vera þakklátt fyrir það sem við höfum. Já, og sérstaklega búandi hérna á Íslandi. Já. Þetta náttúrulega bara forréttindi í lífinu í dag að vera fæddur hér og vera á lífi hér. Sammála þér, sammála þér. Ég það merkilegt þegar þú sagðir þetta með að konan hefði farið að gráta því þú manst eftir því að í hópnum sem ég var með þá fór ein konan að hágráta þegar hún kom til Heimis og svo voru nokkrar aðrar sem að þurfti að tala pínu lengur við hann heldur en við vorum að tala við hann og fara úr sokkum og skóm og jartengja sig og annað þess að þannig það mismunandi upplifun sem hver og einn hefur á þessu svæði. En hefur verið að vinna með þetta eitthvað meira heldur en bara í garðinum? Eða með, þú veist, hefur ekki verið að vinna eitthvað með börnum líka? Jú, ég hef verið að bjóða leikskólabörnum og grunnskólabörnum í garðinn til þess að tengja þau og láta þau vita að þetta sé bara eðlilegt að tengja sig blómunum og trjánum og vatninu og hleypa sér upp í að finnast ímyndunarafli sitt vera rétt og satt af því að það þar sem við finnum þetta og svo hafa þau þetta hefur verið svolítið í samvinnu við myndlistakennarana þeirra þannig að þau hafa komið í garðinn og fengið að snerta svolítið svona þessu orku fyrir álfana og huldufólkið
og farið svo í skólan og fengið að búa til málverk eða listaverk eða textíl eða þannig að það eru mjög, að því að sköpunin ég tel að sko listamenn séu lykillinn okkar að því að fólk komist aftur heim eða þú veist í að þetta sé bara eðlilegt. Já, Að því að við getum eins og ég, að því að ég sé og finn að þá finnst mér mikið þörf á að tala þetta því ég veit þetta til. já. En listamennirnir þeir geta eins og Rakel búin að gera með að teikna þetta. Þeir geta búið til næsta skref fyrir þá sem að veit ekki alveg. Já, En þeir geta tengst myndunum sjá til. já. Þannig ég held að listin sko bara mjög mikilvæg í þessu ferli okkar tilbaka. Þannig að, já, og svo hef ég verið að halda viðburði eins og Drekahátíðina daginn. Já, einmitt, ég kom þangað, það var frábært. Já, þannig og svo var ég náttúrulega með ráðstefnuna sem var í Hofi í vor álf og Hvað voru huldufólk. það fjallað þar? Það var ráðstefna álf og huldufólk Já, og við vorum með 7 fyrirlestra og þetta var fyrirlestrar það var Inga Lísa Middleton var aðal fyrirlesarinn, hún kom með frásögn sína aðkomu að hvernig hún að færa okkur aftur álfa og huldufólk, hún að skrifa þætti álfinn Búa og að skrifa bækur Búa, álfinn Búa og kvikmyndagerða kona semst líka. já. Og svo var ég með konu sem í ferðaþjónustu, hvernig hún að kynna landið með álfa og huldufólk innanborðs. Já. Og svo var ég náttúrulega með vinkonu, Hanna Katrín Jóns, vinkonu almáttur. Katrín Jóns og Ingunn Sigmars, þetta voru svo Hörður Geirs og þau voru bara, þetta var allt svona fyrirlestra frá mismunandi sjónarhornum. Já. Þannig að, en allt álfa og huldufólk. Það svo merkilega, sko, þegar mann fær útlendinga, eins og í þessum hópi, það var, hvenær hittum við huldufólki? Hvar huldufólki? Hvar álfarnir? Þannig þau voru svo opin fyrir því að stoppa og hlusta og hugleiða og tengja sig við svæðin. Já. Spenningur var svo mikill í því. En í dag, ég held að það hlýtur að vera bara út af því að við erum sko, hvað ég segja, við erum alltaf búin að heyra þessar sögur. Þannig okkur finnst þetta svo eðlilegt að við erum ekkert sérstaklega að leita eftir því lengur, en það eru álfhólar mjög víða og var ekki álfhóll í nágrenni við gróðrastöðina sem foreldrar þínir áttu? Jú, það í Gróðastöðum Mörk, þar var álfhóll sem ég lék mér við álfana í. Það var svona mínir leikfélagar. Þannig að, og hann þarna ennþá. Frábært. Og Mörk hún ekki, hvar hún? Hún þarna í gömlu blessugrófinni, það ekki? Já, Stjörnugróni, já. Þannig að, og við vorum þar talandi að vera svolítið undan sjálfu sér eins og þú hefur upplifað sjálf. Já. Að foreldrar mínir stofnuðu þessu gróðrarstöð og svo fór ég að læra garðyrkju og það stóð til að ég myndi taka við gróðrarstöðinni og þetta var hann 97, 8 eitthvað svoleiðis, 1990, já. Og ég í framhaldi af því, eftir ég lærði garðyrkju, þá fór ég út í Danmerkur og lærði aðeins svona lífræna ræktun og mér datt ekki hana í hugan að breyta ræktunni í lífræna ræktun á trjám og runnum, datt ekki í hug, mér langa ekki að nota skordýraeitur eða tilbúna áburð, eitthvað sem var svo eðlilegt þá, sko. Já. En ég var alveg allt og langt á undan minni samtíð þarna. Það var ekki hljómgrunni fyrir því. Það myndi nú fara lóðbeint á hausinn ef ég fara að gera það. Já, ég veit, það sko, mér fannst eitt svolítið merkilegt í sambandi við lífræna ræktunum, því við vorum að fjalla þetta þegar við fluttum vestur á Snæfellsnes, ég og Gulli heitinn, og við héldum fund með bændunum í sveitinni, vorum að ræða þessi mál og spáði hvort það væri ekki hægt að gera einhverja breytingar og hvort þeir vildi ekki vera fyrstir og eitthvað þess að það. Og þá stóð einn ágætur bóndi upp og hann sagði, við fyrir sko ekki að breyta leinu fyrir það að komin eftirspurn eftir því. Það mitt. Sem sko öfug í endin að því við verðum að búa það til fyrst og samhliða því að búa til eftirspurnina sem að aukast og kannski verið að fjalla eins meira lífrænt í dag heldur en
heldur en hefur verið gert áður af því að við erum bara orðið svo veik. Já, og ég held að fólk skildi ekki þá sko að því að það var að segja við erum ekkert að fara að borða þessa plöntur sem ætlar að selja okkur bara, nei, en jarðvegurinn sem við erum að rækta þær í, Já, þetta rennur allt til sjáar, já, það sem að við notum, þannig að það var enginn að skilja sko samhengið nei, þarna, en já, en þannig að maður er búin að vera svolítið eins og þú svona á undan sér, en maður hefur ekki gefist upp, þannig að þetta er allt í lagi. nei, og við erum örgulega undan flestum akkurat núna í því sem við erum að tala og gera, en ég held að þessi, sko, Ísland á fullt af mögnuðum stöðum til þess að heimsækja sem eru orkustaðir, þeir hafa bara ekki byggingar eins og Machu Picchu eða píramídana eða eitthvað þess þar, við erum með jöklana og við erum með fjöllin og við erum með álfabyggðina og annað þess áttar á mismunandi stöðum í landinu og það eru staðir þar sem að voru hvað ég segja, voru haldnar útisetur eins og á Helgafellunum og helgarathafnir og annað þess áttar og þessi staðir eru, þeir breyta sko allstaðar þar sem að jarðirnar hétu Hof í gamla daga, voru síðan, þar voru Hof, voru síðan byggða kirkjur, þannig að orkan heldur áfram að vera á stöðunum. En ef við skiljum ekki að allt er orka, og það er ekkert margir sem að gera sig grein fyrir því að það er allt orka og við erum í svona, við getum sagt, orkusúpu og svo myndum við úr henni það sem að hugurinn okkar býr til og við vinnum að samþjappist í það, að þá eru þetta orkan enn til staðar á þessum stöðum. Já, hún býður bara eftir okkur. Já, hún býður eftir að við í rauninni sýnum henni athygli, því ef við sýnum henni ekki athygli, þá lognast, þá dettur hún niður. Já. Af því það er allt sem við fókusum á, það verður svo dafnar. Já. Það sem við fókusum ekki á, það hvaðnar niður. Þannig að það er svo gott að gera sig grein fyrir að við getum fókusað á hið góða, við getum fókusað á hið fallega, en við getum sagt ljóta eða myrka. Ef við beinum ekki athygli okkar þangað, þá í rauninni hvaðnar orkan niður, sko. Já. En hefur ekki, sko, að því þú myndist á þegar þú varst í Laugardalnum, þetta er ekki Laugardalur? Á Laugum? Á Laugum, já. Að þú myndist á álfasteinin þinn, sem ég bara sé mynd af, en sem er alveg magnaður og flottur. Já. Og þannig þú byrjar að vera með svona gönguferðir þangað upp eftir. Já, ég byrja þar svona 2014, og þá er ég finn þarna stein upp í heiði sem er mikið álfum í kringum og svo huldubyggð þar fyrir ofan og ég opnaði gistiheimili þarna á svipuðum tíma og í þær raun og veru ég opnaði það að því mér fannst svo grátlegt að horfa á alla túristana bara að fljóta framhjá og þeir voru bara að horfa á landið með einum augum, sko. Ekki tilfinninga landsins og mér fannst ég að ég verð að gera eitthvað í þessu. Ég þarf að tökja hvort ég get ekki veitt nokkra túrista hérna upp í heiði. Að því mér fannst þér þurfa að fara heim og gera heiminn betri eftir heimsókn til Íslands, ekki að það væri bara fallegt á Íslandi svo fyrir heim og bara lifi lífinu mínu. Heldur, Ísland þarf að hafa einhver tilgang. Og þannig að ég opnaði gistiheimili, þannig að ég lokkaði slætt af túristum hana heim í gistiheimili og bauð svo upp á göngur upp í heiði til þess að kynnast álfunum og huldufólkinu sem var þar. Og það var bara mjög vinsælt og fólki fannst þetta og það er einhvern veginn kenndi mér svolítið bara hvað þetta var magnað. Af því ég var náttúrulega ekki að fá Íslendingana upp í heiði, sko. Nei, þannig að ég var að fá útlendingana sem raun og voru náttúrulega að labba inn í eitthvað nýtt og óþekkt og framandi og þá var þetta svo tilfinningaþrungið fyrir þau. Og þetta var sérstaklega gaman að fara með blandaða hópa sem voru bæði konur og menn og börn. Kallarnir fóru yfirleitt upp yfir bara, jæja, jú, ég skal fara með.
Já, og þeir voru yfirleitt þeir sem að spurðu mest á leiðin tilbaka. já, er það. Þeir urðu yfirleitt fyrir mestum hughrifum. Já, Á meðan að konurnar voru meira svona vissu svona að, þú veist, voru tilbúnari, kannski búin að lesa sér svolítið til, hvað eru álfar, hvað, gera þeir og eitthvað svona. Já. Og börnin náttúrulega alveg yndislega næm og skegg, sko. Já. En kallarnir voru svona fyrirfram svolítið lokaðir. En það var oft sem að þeir svona, og sérstaklega frá Hollandi, ég veit ekki af hverju Hollandi, en fólkið þaðan, það var svona mjög sammerkt með þeim fannst þau komið nálægt álfasteninum og inn í þessa orku, að það var eins og koma heim, eitthvað heim sem þau yfirgefið fyrir löngu síðan, sko. Þannig að þeim fannst þetta mjög merkilegt. Þannig að þau voru... Já, þannig að Holland svo lítið, já, að það engin náttúra eftir lengur, engin vilt eiginlega. Þannig að þetta var eitthvað frá fyrri lífum, þú veist, það var eitthvað bara, vá, þetta eins og komast bara loksins heim. Bara, það var svona eitthvað element sem þau hefði ekki kynnst áður. Já, en þetta svona gerði það verkum að mér fannst, ég yrði að halda þessu áfram. Og ég reyndi að kynna þetta fyrir Íslendingum. Þeir höfðu bara ekki áhuga á þessum tíma, sko. Þetta væri bara, þetta vissu allir. Já, það þessi viðbrögð, þetta vissu. Já. Og ég reyndi að prófa að spyrja hvort ég mætti koma bara inn í leikskólana bara til þess að spjalla þetta. Bara þess að gefa krökkunum tækifæri að spyrja og segja sína sögu ef þau hefðu einhverja. En það var ekki áhugi fyrir því. Það var svona bara að við erum nýbúin að loka á auglýsingar frá sunnudagaskólanum, við skulum ekki fara að rugga bátnum með þetta við skulum bara... Þannig en þetta hefur allt sinn tíma, en núna í dag, það eitthvað mikið að breytast, að því að núna eru leikskólanir og grunnskólanir að biðja mig að koma í skólana og tala þetta. Það náttúrulega bara frábært. Já, þannig að það hugafarsbreyting. Já. Þannig að, og við vitum líka, við erum að missa eðlilega elsta fólkið, ömmunar og afana og langafana og ömmunar. Bæði erum við að missa því að fólk orðið mjög gleymið og man ekki og þau eru bara að fara með fullt af sögum með sér þegar deyja ásagðar. Og það ég held að það svona hræði fólk svolítið, segir bara úps. Við verðum að fara að ræða þetta, af því að þetta rosalega mikilvægt fyrir bara lýðheilsu, fólk sem býr hérna. Já. Að það viti af þessum kröftum sem hægt að sækja í til að láta sér líða betur. Já. Þannig að... Já. Það þú bjóst við Álfhóls sem krakki. Ég nýbúin að búa í 2 ár við hliðina á Álfhólnum í Kópavogi. Já. Og ég var með svona erlendan hóp í fyrra líka og ég byrjaði á að fara með þau áður við fórum úr bænum, þá sagði ég þeim að það væri Álfhóll sem að götunni hefði verið breytt og það hefði verið tekin út heil byggingalóð því það mátti ekki styggja álfana, sem náttúrulega æðislega flott út af fyrir sig og það hefur verið hugsað vel hólinn og við fórum þarna og þetta var nú bara fyrsta daginn sem ég var með og ég þekkti þau ekkert og ekki neitt, ég bara farið og talið bara við álfana og þau komu alveg ofsalega uppnumin og ánægð tilbaka. Þetta var fyrsta tengingin þeirra við það sem þau voru að leita eftir að tengjast hérna á landi. Já. Og þessari orku, en svo geta álfarnir verið pínu stríðnir stundum og ég átti svona sett af handlóðum sem ég var að nota til að styrkja upp handlegginn og svona handleggina og einn daginn þá hverfur eitt lóðið úr settinu og það var enginn í húsinu sem hefði átt að geta tekið það og ég leitaði allt undir rúmum og skápum og allstaðar og aldrei fannst lóðið og svo flyt ég núna fyrir ef ég vor snemma á þess ári og þá náttúrulega segja, já það hlýtur að finnast lóðið, þú veist þegar húsið það. Nei. Það fannst ekki. Og ég alveg klára og það var einhver alvöru sem tók á að æfa sig núna. Það þarf að halda þú veist, svona í það. Eitthvað með eitt. Já. Svo að það líka, við náttúrulega öll talað búálfa
já, og í þessu ákveðna húsi að þá hafði Erla Stefáns komið og mm, hún sagði að það er búálfur hérna í húsinu, hann býr hérna í þessum vegg. já, einmitt, Og þannig að þeir eru auðvitað til staðar svo kannski settist búalveginn á það en við höfum öll týnt hlutum sem hafi já, verið bara bytt fyrir framann okkur þegar að upp er staðið sko. mhm, En þú ert búin að taka þessa kunnáttu þína svolítið inn á aðrar vittir er það ekki í sambandi við þegar þetta mæla orkulínur og svoleiðis. mhm, Hjálpa bændum með búfé og annað. já, Hún er aðeins frá því. já, já, ég Já, hef verið, já, ég, já, já, það er alveg 2008, 2009, þá lendi ég í því eins og margt gott gerist út frá veikindum, lendi í því að ég var að flytja í nýtt hús og misti heilsuna í framhaldi af því og það var ekkert annað sem breyttist, ekkert mataræði, ekki neitt, þannig að ég, já, það var einhverja hluta vegna vissi ég að það var eitthvað samt í rafmagnið og það þurfti að laga það var ekkert jarðsköt á húsinu til dæmis sem átti náttúrulega að vera og það voru nokkur rafvirkjar sem ég var búin að teyma hann inn og þeir neituðu allir að vildi ekki viðurkenna að það væri neitt að þessu rafmagni. Þangað til einn kom og hann byrjaði á því að koma inn í húsið og taka fram svona prjóna. ok, Já. rafvirki, já, vá. Já, rafvirkin. Þannig að hann fór bara inn í hús og segi, nei, heyrðu, það er ekkert í lagi hér. Og svo, ég horfði bara á hann en hann skrýtna mann hana, ég hafði aldrei séð svona prjónana áður, sko. Og hann lagaði þetta rafmagn og ég fekk heilsuna smá saman tilbaka og svo fór ég að finna fyrir sömu einkennunum ég hafði haft í sömum húsum, öðrum ekki þegar ég fór í heimsókn einhvers staðar. Ég skil. Og ég var báentæknir á þessum tíma og var að meðhöndla svolítið að fólki, þannig að ég vissi svona svolítið hverju þurfti alltaf að koma aftur og aftur og hverju fengu bót og voru bara fínir. Já. Þannig að ég fór að hafa áhuga á húsunum sem að fólki bjóði sem kom alltaf aftur og aftur. Og svo var mér gefni svona prjónar, það var bóndi sem kom og sagði bóndin og smíða þetta fína svona prjónahylki handa mér. Nei, vá, en æðislegt. Gaf mér svona prjónar og sagði farðu nú bara að prófa þetta sjálf. Og ég fór að taka prjónuna með mér í heimsókn þegar ég var að fara að heimsækja þetta fólk. Já. Og það var svo sem, jú, það var stundum reageraður og stundum ekki. Og einu sinni var ég að fara inn í eitt hús og prófa að taka prjónuna bara upp þegar ég var að labba frá bílnum og svo yfir grasflöt og inn í hús. Og þá byrjuðu þeir strax að reagera á einhver orku sem kom upp á jörðinni. Og það sama orka og áhrif voru inn í húsinu. Þannig ég bara alveg, þetta er ekki rafmagn, þetta er eitthvað allt annað sem ég er að mæla. Já. Þannig að þá fór ég nú að skoða meira og þetta er bara ennþá bara mikið ævintýri. Og ég fann út svona hvað það var sem ég var að mæla, ég vissi náttúrulega ekki hvað þetta var, þetta var bara einhver orka og ég gerði tilraun, fór og mældi, fór á Húsavík að ég vissi svolítið að væri svona ákveðin hús sem væri svolítið krabbameinssaga í. Já. Þannig að ég hugsaði bara kannski er eitthvað undirliggjandi sem að passar við þetta með það sem ég er að mæla. Já. Þannig ég fór og notaði nokkra daga í reif eina blaðsíðu úr símaskráni sem var kort af Húsavík og labbaði svo fram og tilbaka og fann þessa afmörkuð tauma sem lágu það voru kannski 30 til 40, 50 metra breiði taumar en lágu allir sko úr heiðinni og niður að sjó og í þessari breidd að þá var oft ákveðin bara stundum bara heil gata sem var byggð því miður bara akkurat ofan á. Já. Og það passaði við sko veikindasöguna sem ég þekkti til að ofan á þessum taumum sem ég var að mæla voru veikindi ítrekkað. Þannig að ég fór og talaði við jarðfræðing sem var hann á Húsavík og sýndi honum korti sem ég var búin að búa til og krota inn á og sagði þetta er eitthvað jarðfræðilegt sem ég er að mæla, getur eitthvað sagt mér hvað þetta er? Ég veit ekkert hvað ég er að mæla. Og hann horfði bara á kortið og sagði heyrðu bíddu aðeins, fór í einhverja skúffu, náði
svona jarðfræðikort sem er svona segul, það sem var búið að mæla misgengin Já, og þá var þetta bara nákvæmlega eins kort. það er Þannig ég, misgengi línunar. já, þannig að sprungurnar sem liggja undir Húsavík bara og víða, Já, bara út um allt land, en stundum er bara búið að byggja heilt bæjarfélag á þessu. eins og Grindavík. Já, þannig að þá vissi ég að þetta voru misgengin, það voru sprungurnar sem ég var að pikka upp á prjónunum. Svona frá. Já, Þannig að þá fór ég nú bara að hugsa svolítið hvað ég geti gert með þetta. Það var ekkit bara að því bara að ég var að finna þetta. Ég væri að finna þetta því ég átti að gera eitthvað við þessu. já, Eða, þú veist, maður getur ekki bara að fara að sofa og bara láti fólk bara veikast og ég kannski mögulega veit svarið. Eða, þú veist. tilgátu, já, já. Þannig að, já, þá fór ég og laðist nú bara undir feld eins og sem gera og Einar á Einarstöðum, hann hefur verið bara mjög duglegur að sinna mér þegar ég þarf aðstoð Frábært. og hann kom til mín í draumum nokkrar nætur og sparkaði mér fram úr rúminu og sagði mér að fara að gera þetta og gera hitt og ég fór að prófa að setja saman það sem hann vildi meina að myndi lyfta þessari orku upp þannig að fólki þyrfti ekki að finna fyrir þessu jafn mikið inn í húsunum. Já, Og þannig var þessi mótvæðisköpur til. sem ég er með eintaka. Já, Já, alveg já. bara svona. já, Og og ég ákvaða að þetta ætti að snúa upp já, og þannig að það er enn ein rúnin hérna mælt. einmitt. Þetta er næst betur svona. Og það er svolítið merkilegt sko að ég er náttúrulega nýbúin að fá kaupin minn. Já, Og ég kom hérna inn í íbúðinu sem ég byrja hvar á hann að vera og ég set hann á einn stað og svo ger ég svona test og nei, það er hann ekki að vera þar. Og þá er ég bara leitt út í horn á íbúðinni þar sem að er ráterinn já, og svona loftrensitæki sem ég hef í gangi alltaf. já, Og ég setti hann þar niður og ég er náttúrulega ekki búin að prófa þetta í langa tíma en mér fannst orkan breytast í íbúðinni en ég var búin að mæla, ég fann ekki svona orkulínur hérna. nei. Þannig að það er út frá mismunandi hlutun sem að við getum verið að setja svona inn hjá okkur. Já, eða sko, ég notaði þennan náttúrulega aðalega í fjósum og fjárhúsum, í stærri húsum, skrifstofuhúsnæði eða skólum og svona. Já. Því sko rými sem hann hefur áhrif á eru sko 100-150 metrar. Þannig svona mikil áhrif. Já. Þannig að við reyndum að því ég fór í einkaleyfisferli þegar ég fattaði hvað ég var með í höndunum að því að það voru svo skýr merki að hann bætti líðan dýra inn í þessum húsum. Já. Að þá fór ég að hugsa ég vil nú ekki vera einhver sé að stela þess að mér að því ég var nú búin að eyða alveg heilu ári í að púsla þessu saman. Já. Þannig að einkaleyfisferlið gerði það verkum að ég þurfti að prófa alls konar stærðir og gerðir af honum áður en að ég vissi hvað ég var að fara að sækja einkaleyfi fyrir. Já. Og það var eiginlega alveg sama hvað ég gerði, ég náði ekki að minnka áhrifin. Já, ég skil. En þannig að sá sem er í þéttbýli til dæmis og býr í húsi á sprungu og velur að kaupa sér þennan kubb til þess að losna við áhrifin frá sprungunni, hann er í raun og verið að gera alveg nokkrum nágrönnum greiða. Þannig hann er að hafa áhrif svona víða. Já, þannig að stundum hafa sko nágrannar í götu tekið sér saman og keypt eitt kubb, alveg kannski 5-6 hús í röð. Já, gerði það. En frábært. En stundum ef að það er kannski að því að ég get mælt, ég fór að lærði líka aðeins að mæla meira þegar ég fór til Danmörkur að læra meira. Já. Að því mér langaði að dýpka kunnáttuna mína fyrir líka þessum smærri línum, ekki bara misgengi heldur svona vasslínum og öðru. Já. Og ef að sko áhrifin frá sprungunum geta verið hvað maður segja, þau geta verið sko mikil óreiða og svo getur það verið kannski bara getur sprungan verið til staðar en mjög lítil áhrif frá henni en samt einhver. Já. Og þá er kannski óþarf að fá sér kubb sem kostar þetta mikið og þá hef ég verið að nota ég hef verið að nota karneolsteinana. Já. Og þeir eru bara
yndisleg orka og góð tíðni frá þeim sem henta bara mjög vel ef það er bara eitthvað lítið sem að þarf að breyta. Að laga, já. Já. Þannig að ég hef unni bara er mjög hrifin af orkunni í þeim og þetta er hérna Steinn konunnar. Já, er það? Já, svo skemmtilegt. Já. Þannig að hann hentar, en ég prófaði marga steina og kristalla. Já. Þegar ég var að prófa með áfram hvað væri sem að myndi létta orkuna inn í húsunum og karneol var bara langbest. Þannig ég kaupa hann bara svona hráan og vinn bara með hann. Já. Já, það er kannski líka út af því að þegar hann er óslípaður þá er ekki búið að setja neina silikonhúða á hann eða neitt, sko. Nei, hann er bara, og hann alltaf bara best, bara útirastu svona og virkar best, þannig að einfalt. En tekur þess að þér að fara í hús og mæla? Já. Ég geri það. Það er minna núna það því nú er ég bara komin í önnur verkefni, en ég geri það og svo bara reyni ég að kenna fólki svolítið líka að mæla sjálft. Já, hvað getur það? Já, en það er svona, ég er alveg að sinna bændum, ég var í þessu alveg í 3-4 ár og ferðaðist út allt land og mældi hjá mjög mörgum bændum. Ég þekki marga bændur og það eru yndislegir. Já. Breytti þetta nytinni og breytti þetta einhverju í sambandi við frjósemina hjá dýrunum eða eitthvað? Já, það gerði það. Og við fórum strax í rannsóknir á þessu, ég og Valdimar Gísli Valdimarsson og Gunnar Björnsson sem er fósturtalningamaður og dýralæknir og svo lektor upp í Háskóla Akureyrar sem var verkefnastjórinn okkar. Og við fórum og tókum 30 bæi með fé og gerðum tilraunir, mældum hvort sprungan var til staðar ekki, ef hún var þá settum við kubbin inn og sáum hverja breyturnar voru næstu 2-3 árin. En því að Gunnar hafði búin að vera að mæla þar síðustu 10 ár, hvort það var eitthvað mikill fósturdauði hjá þessu fé. Þannig að hafði skrafnar yfir húsin alveg 10 ár aftur í tíman og gat svo miða við þegar kubburum var komin inn, hvað breyttist næstu 2-3 árin. Og það var bara greinileg breyting. Þannig að þá fóru bændur náttúrulega. Hvernig var það talið fóstur? Sko, hann fer og telur, þetta er bara eins og maður fer í, þegar konur eru ófrískar og fara í sónar, hann fer bara á milli bændana og fóstur telur allar kindurnar yfirleitt í janúar og febrúar, þá geta, tilgangurinn með því er þannig að þá getur bóndinn séð hvað eru margar einlemdar, tvílemdar og þrílemdar, skiptum niður í húsið svolítið og gefið út frá því hver á að fá mikið að borða og svona. Já, ég skil. Þannig að þetta er svona upp á hvernig bóndi getur svona skipulagt og vita svolítið fyrirfram hvaðan á von á mörgum lömbum, hvernig maí verður hjá honum, hvað er verið mikið að gera. Hvað er mikið að gera, og hversu mörgum, hvað ég segja, ljósmóður hlutverkum að gegna, Þannig að þetta svona. Og eru þá kannski x mörg fóstur í einni kind og það er ekki kubbur að þá hvað deyja þær eða? Já, þá kannski hefur hann verið að telja kannski 2-3 lömb í febrúar og ef að þessi kind er staðsett á garða sem er sprunga undir að þá hefur hún ítrekkað og það er ítrekkað í þessum garða mist 2-3 og kannski ekki komið nein lömb. Það voru, en svo þegar kubburinn er komin inn að þá helst frjósemin og þessi lömb sem talin eru koma. En ótrúlega flott. Já, en þetta er svona svip og ég er að gera með Huldustíginn, þetta er raun og veru enga nýja fréttir, ég meina Indíranir gerðu þetta, er að mæla, en við vitum bara að bændur í gamla daga þeir byggðu ekkert nema þar sem að féð og hestarnir vildi leggja sig og þar er alltaf ró. Þar er enga sprungur. Nei. Þannig að við skoðum þetta yfirleitt ekki, við skoðum bara hvað er stuttnir og fast, hvað rótirast að byggja og svo bara kemur ljós hvernig dýrunum líður. Það hefur alveg breyst. Við erum hægt að hlusta á landið og hægt að hlusta á umhverfið. Heldur við bara hér uppi að segja hvar við ætlum að ákveða hvað þetta á að vera og svo bara alveg sama hversu, það eru hús hérna
í nágrunni við mig sem eru sko svo fulla myglu, Mhm. það er alveg skelfilegt. Og svo Já, eru önnur aðeins lengri í burtu sem er engin mygla. já, Þú veist, hvort að það er steipudæmið eða hvað það er, ég veit ekki, eða hvort sem það er þessi einhverja já, áhrifin eða eitthvað, það veit ég ekki heldur. En svo ert að fara í svolítið skemmtilegt kynningaverkefni, er það ekki í sambandi við Iceland Review? jú, ég er bara að fara að kynna, þeir sóttust eftir því að hvort þeir ætla að fara að kynna sem sagt Ísland sem svona the spirit of Iceland, hvaða þú flýgur til Íslands og ekki bara inn í eina vít heldur margar, þetta Já. er svona töfra veröldin okkar, Frábært, já, fara að kynna þetta og sóttust eftir því að kynna þá Huldustíga því að ég er að fræða fólk þetta og tengja fólk við náttúrun aftur. já, Þannig að þeir eru að koma hérna og taka upp kynningaþátt Huldustíg og leið ætlar að taka upp fræðsluefni sem fer í leik- og grunnskóla landsins. en spennandi. Já, Æðislegt. æðislegt. Alveg frábært. Þetta er Bara tek alveg- hattinn ofan fyrir þeim, bara þvílíkt flott framtak. Já, já. Þannig Þannig að þú ert að fara inn á nýja. Hefur líka verið eitthvað að svona kynna það sem þú ert að gera fyrir eldra fólki? Eða hefur verið að leita eftir sögum frá því eða eitthvað þess áttar? Já, ég er búin að gera bara mikið af því. Síðasta vetur fór ég mikið inn á hjúkrunarheimilin Já, með erindi og svona slideshow og svona og var að tala hvað Huldustígur var að gera Já. og tala álfan og huldufólkið og hvað þetta væri bara eðlilegt og gott og hjálplegt fyrir okkur að vera í samskiptum við þau og svo bara vildi ég endilega fá þau til þess að segja sína sögu en svo var ég bara gefið út svona bókamerki með henni Píu já, og það er bara mjög eitthvað sem að allir þurfa að halda þannig að ég skildi eftir hjá öllum svona bókamerki já, til þess að svona hjálpa þeim svolítið að brydda upp á þessar heimsókn minni við ættingja sína þegar þau kæmi í heimsókn já, og til þess að hvetja þau til þess að þora að segja þá, heyrðu það kom hérna kona að tala álfa huldufólk kannski ég ætla nú að segja ykkur mína sögu eða eitthvað já, ég skil, já, að því það var svo svona í fyrstu tveim erindunum sem ég var með hérna að þá var svo oft fólk svo bara já, ekki bara æst, heldur bara svona að þeim langaði svo að segja mér söguna sína og ég tók mig bara góðan tími að hlusta og svo spurði ég alltaf já og ertu ekki búin að segja börnunniðinu frá þessu, þetta er náttúrulega stórmerkilegt. Nei, þau vil ekki hlusta á þetta og mér fannst þetta svo miður það er það, mjög svo. og þannig ég hugsa að ég verð að gera eitthvað til þess að fá þau til þess að skila þessu til næstu kynslóðar. Já, Það er rosa ríkt í mér að þessi lifandi fræðsla eigi sér stað. já. Af Hún því er það- mjög nauðsynleg og Já. nauðsynlegt að tala þetta. Mér langar aðeins að víkja aftur að þessu bókamerki sem þú ert með. Já. Vegna þess að í hópnum sem ég var með, þá Mhm. voru þau mörg með sérstakann pendúl og pendúlinn, hann er ekki svona já og nei til að svara, þú heldur honum yfir hlut eins og matnum sem þú ætlar að fara að borða eða einhver þess að Já. til þess að athuga hvort það sé orka í viðkomandi hlut. Já. Ein konan, hún kom alveg hlaupandi til mín með bókamerkið og pendúlinn sinn og hún sagði bara sjáðu og setti pendúlinn fyrir ofan bókamerkið og hann þeyttist í þvílíka hríki en hún sagði sérðu orkuna sem er bara í myndinni Já. af því að myndin flytur orkuna hennar eins og þú segir Áfram. sko, já. Já. En það var afar athyglisvert að sjá það sko. Já. Vá. Já. Já. En svo ertu ekki líka að plana eitthvað frekari í þessi ráðstefna sem þú varst með í vor, hún fór algjörlega frá hjá mér. Já, hún fór fram hjá alveg mörgum sko, en hún var líka bara ég ákvað strax að ég vissi náttúrulega ekki að hún yrði svona stór eins og hún var. Það var uppselt sko 10 dögum áður hún var og voru margir sem þurftu frá að víkja. Frábært. En hún var öll á íslensku, bara íslenski fyrirlesarar og úr nágrenninu, ég vildi helst bara virkja fólki sem býr hér í Eyjafirðinum Já. og fá sko fræðsluna sem býr
hér í okkar nágrenni. Einmitt. Þannig að ég var ekki að ég var ekki að velja eða bjóða upp á að fyrirlesarar gætu komið að sunnan, þótt að væri fullt af fallegum og góðum konum sem vildu koma og segja sína sögu, Já. að þá vildi ég bara sýna þessu fólki virðingu sem býr hér, að það var ekki að vera að skauta fram hjá því að við erum öll svo Algjörlega. mikilvægir boðberar. Já. Þannig að hún var svona tilengu svolítið þessu svæði og svo bara ég vonaði svona svolítið með því að gera þetta svona að ég gæti hrundið af stað að hvert landsvæði fyrir sig færi af stað með sína virkja sitt fólk. Já. Og það er að raungerast. Það verður í Borgarnesi á næsta ári, svona málstofur frekar heldur en sem er bara mjög flott, ég er mjög ánægð með það verða svona umræðuhópar og reyna að fá sögurnar sem þau eiga í Borgarfirðinum upp á yfirborðið og skráðar svolítið með svona skipulögum hætti. Já. Þannig að það verður frábært. Og svo verður önnur náttúrulega hér, alþjóðleg sem ég er að byrja skipulegja að vera hérna í Hófi. Svo stórtæk. Já. Ég held að ég hafi ekki frétt af þessari ráðstefnu vegna þess að Facebook-reikningurinn minn var hakkaður. Já. Og þannig ég sá ekkert sem var auglýst á Facebook eða á fylgum með. Og það að vera tekin út af Facebook á Íslandi, það er bara eins og að vera ekki til lengur. Vegna þess að jafnvel vini mínir, það er bara aldrei hægt að ná í þig og ég segi, hei, ég er ennþá með síma. Já. Það var ekki spáð í að hringja af því það átti allt að sendast í gegnum Messenger eða Facebook. Já. Svo ég misti af þessu örugglega þess vegna en með erlendum fyrirlesurum, ertu þá að spá í, er fólk þá áhugasamt álfa- og huldufólk hér á Íslandi eða er það að upplifa þetta í sínu eigin landi? Þegar ég byrjaði, að ég er náttúrulega búin að umgangast mikið af fólki erlendis frá í þessum fræðslu minni álfa- og huldufólk. Og þegar ég fór svona að brydda upp á því að mér finnst bara ótækt að vera ekki búið að halda ráðstefnu álfa- og huldufólk á Íslandi. Það væri bara ótrúlegt að vera ekki búið að því nú þegar að það þyrfti að gera það. Já. Og þá voru þessir útlensku vinir mínir bara, já, ég kem, hvenær ætlarðu að halda hana? Og ég bara, ég ætla að vera með hana á íslensku. Já. Þannig að ég þurfti að standa rosalega keik og sterk í fæturnar til þess að halda mig við það því að áhuginn var eiginlega meiri erlendis frá heldur en hérna. Já. En ég lofaði þeim því að þegar ég væri búið með þessa að þá myndi ég halda aðra á ensku. Já. Og nú er ég búin að fá bara það verða, Inga-Lísa Milton verður aftur að því hún er tvítyngd, hún getur farið með sinn fyrirlestur á ensku. Já. Og Nancy Mary Brown kemur með fyrirlestur frá sér og síni reynslu. Já. Svo verða nokkrir listamenn sem hafa frá Kenía og frá Mongólíu sem hafa tengt sig við, hafa sterka tengingu við náttúruvætti í sínu landi en hafa tengst huldufólki í okkar landi. Já, dásamlegt. Og svo verður Hilmar Örn Hilmarsson, allsherjargoði með tengingu við landvættina svona frá sínu sjónarhorni. Já. Þannig að þetta verður alveg gúrmeh, ég hlakka svo til. Og það er strax fólk farið að bóka flug og gistingu. Eða ekki? Jú. En þú ætlar að auglýsa þetta síðar, ertu ekki með hana í næsta vor? Jú, 31. maí. Já. Þannig að, nú er ég bara að fara að setja mig í stellingar við lyklaborðið að fara að sækja styrki til þess að geta kostað þetta fólk heim. Já. Þannig að ég ætla að reyna svona að fara kannski í gegnum sendiráðin svolítið, svona, þetta kostar náttúrulega alveg, þessi innlenda kostaði eitthvað 4-5 milljónir að halda hana. Hún hélt balans en ekki meira en það. En þessi erlenda, það þarf meira fjármagn í hana. Já, ég veit, þetta er dýrt. Og ég meina, við vorum á sínu tíma, ég og Gulli heitin, við vorum að flytja alls konar kennara til Íslands til að vera á Snæfellsásmótunum og verið verslunni hjá mér, betra líf og allt þetta. Það var bara mjög mikið út úr okkar eigin vasa, Já, þetta er bara þannig. Ég meina, þetta fór alveg heilt ári vinnu hjá mér í þetta sem ég fekk ekkert, borga mér engin laun fyrir, Þetta er bara svona, maður veit að þetta gerist og þá bara gerir maður þetta. Já, gerir maður þetta, það er alveg rétt. En ef fólk hefur áhuga á að koma og ganga huldustíginn með þér, leitar það þá?
bara inn á heimasíðuna mína huldustígur.is Já, og svo ég bara sjálfsagt að senda mér tölvupóst, annarkvort í gegnum hana eða brindis@brindis.is, það eru líka mælingarna mínar, brindis.is, það eru önnur já. heimasíða Og svona og já, kuppurinn, já, og mælingarnar. Já, þannig að, en þessar tímasetningar sem eru gefnar upp á heimasíðinu, sem sagt brottfarir á fræðslu göngunum, Já, þær eru ekki heilagar. nei, Það er alls ekki og svo er líka fólk, sumum langar að koma gagngert í þeim tilgangi að ég leiði þá í dýpri hugleiðslu með huldufólkinu og það er þá ekki hópferð. nei. Þú gerðir það með einhverjum erlendum aðilum núna fyrir stuttu síðan, var það ekki? Jú, þannig að það er bara, það er alltaf öðruvísi ferð. Já, já, Þannig að það er alveg hægt að bara ná samkomulagi með það. frábært. Já, Ég kubbast já, já, og já, og að ég set allar þessar upplýsingar hérna inn undir myndbandið já, og þannig að fólk geti haft samband við þig og svo bara þakka ég þeim sem hafa hort á og fylgst með okkur í dag og ef þið eru ánægð með það sem að hér kom fram, endilega að smetla á subscribe takkan og like því að það er það færi myndbandi aðeins upp og þá sjá fleiri það. já, Eins og alltaf þá segi ég bara takk kærlega fyrir og ég sendi ykkur kærleikur ljós. já, takk. Takk.